Já, góðan daginn áhorfendur, verið velkomin hingað í BH bikarinn. Við erum að fylgjast með hörkuspennandi leik. Það er Tómas Ingi Shelton, yfirþjálfari. Ég er í appelsínugulum ból fjárhverju mynd og Magnús Jóhann Hjartarson í svörtum ból nær í mynd. Dómar er að kasta upp peningi og við ætlum að vera með ykkur hérna í gegnum þennan leik. Ég heiti Jóhannes Bjarki og með mér er Pétur Marteinn. Velkomin. Takk hérlega. Smá konceptnóta fyrir þau sem eru ný í BH bikarnum. Hér er verið að keppa sæti í A-liðinu. Getur þú sagt okkur frá, Pétur? Já, þetta er sem sagt keppni að kínverskri fyrirmynd, China Trials, þar sem að leikmenn keppast þar að komast í kínverska landsliðshópinn. Við ákveðum að gera þetta með A-liði hjá okkur, þannig að þetta er bein útþáttakeppni. Það þarf aðeins að vinna 2 lotur og þetta er leikur í fyrstu umferð. Áður höfum við séð mig, Pétur Marteinn, keppa á móti Toppa. Toppi vann þann ágæta leik og síðan voru það Kristján og Alexander sem að spiluðu þar sem að Kristján vann hörkuspennandi leik 2-1. Og þetta er þá 3. leikurinn í fyrstu umferð. Það er erfitt að segja hvort það verður spennandi ekki að því að númer 1, maður vorkennir alltaf þeim sem spila á móti Magga því Maggi er mjög góður en að samaskapi þá er Tommi, hann spilar nánast aldrei, maður veit ekki alveg en hann er þjálfari, þannig að hann er í mjög góðri æfingu að halda boltanum á borðinu. Hann er með þjálfara touchið. Nákvæmlega. Þar að auki er Tómas með leynivopn í þessum leik. Heyrðu, það er frumsýning á því. Glögg augu hafa kannski tekið eftir því að bakhöndin hjá Tómasi er dálítið öðruvísi heldur en venjulega. Hann er nefnilega með stutta takka í bakhönd og er að frumsýna það í þessum leik. Það verður spennandi að sjá. Leikur er að byrja, Tómas gefur upp. Þannig að sjáum við takkana. Aðeins að spenntur að nota takkana hana, kannski alveg í byrjuninni. Fín opnun með bakhöndina hana en hefði þið getað tekið Tómas í öðru stigi eisar Magga í hjartar með stuttri uppgjöf í forhönd. Það er gott sem maður eisar með stuttri uppgjöf? Nei, það maður eiginlega fer að sáttur á koddan þegar maður nær því óháð restina af leiknum. Þarna sjáum við Tómas kannski aðeins að komast inn með takkana. Þetta er nú bara furðulega fínt spil hjá honum Tomma. Já, ég segi nú ekki furðulega fínt, hann er með þjálfara touchið. Jú. Nú hljóta menn í stúkunni að spyrja sig, Pétur, er þetta fantabrauð hjá Tomma? Hann er þjálfarinn yfir A-liðinu. Maggi er búinn að vera í A-liðinu, þannig að er Tommi búinn að vera að segja honum vitlaust til viljandi í einhvern tíma til þess að geta unnið hann hér? Já, sko, það kemur mann kannski ekki á óvart með að hann mæti síðan með stuttu takkana sem hann veit að er veikleiki Magga hjartar. Jú. Ég vissi reyndar ekki að það veri eitthvað að vita en við vitum það núna. Já, ég er nú kannski aðeins að grínast hérna en það kemur bara ljós í þessu leik hvort það sé veikleiki eða ekki. Góð ekki á Tomma. Já, og náða að þetta var sko mjög svona teoríst sko að taka fyrstu 3 boltana og hann hefði kannski mátt vera tilbúinir í 4. en hafa þennan stíð. Þetta eru búin að vera svona frekar stuttstig hingað til. Sjáum að þetta er dálítið að vinnast á fyrstu 3 boltunum. 4 boltar er landstig. 7-4. Þarna var nú þægilegt að vera með takkana. Já, Maggi er með ótrúlega óþægilegar uppgjafir. Fínt að geta bara verið með takka og eiginlega hunsa það snúningin, sko. Já, það er ágætt. Við sjáum það er líka bara að ganga ágætlega hjá Tomma. Hann er að reyna að beita tökkunum meira. Þetta fyrir highlights. Já, þetta var vel gert hjá Magga. Maggi er fljótur á löppunum. Þannig að maður þarf nú að ef hann veit hvert kúlan er að koma þá tekur hann forhundina og hann er góður þar, sko. Þannig að sjáum við enn aftur Tomma beita tökkunum. Þetta var takka magic hjá Tomma.
uppgjöf með tökunum. Já, við erum búin að sjá að Tómas búin að vera að nota tilbaka til uppgjöfuna með tökunum. Og hérna bara búin að fá ágætt færi úr því. 9-8. Ég held nú að maður hefði spurt Tomma fyrir leik. Það eru til í að vera 9-8 undir í fyrsta lótu. Ég held að hann hefði bara sagt já. Já, ég hugsaði það líka. En það er erfitt að lenda móti frumsýningu á tökum. Þetta var greinilega spari uppgjöf þannig hjá Magga í lokin. Uppgjöf sem var með miklu snúningi, svolítið svona eitthvað asnalegi lúka, eitthvað svona há og löng á miðjuna og eitthvað, en það er rosa erfitt að taka mótinni, sko. Já, kicks á henni, hann skoppar óþægilega. Taktískt, mér finnst báðir leikmenn dálítið vera að spila inn á miðjuna hjá hinum. Maggi dálítið gjarn á að vera tilbúinn að snúa sér með forhönd og taka forhöndina bakenda megin. Þannig að Tom í raun, þegar Maggi býst við honum í bakhönd, hann að senda meira inn á miðjuna. Samanskapi Maggi að ná Tomma ágætlega sem ekki snöggur og Maggi inn á miðjunni. Já. Það sem að Tommi þarf að velja hvort hann ætlar að nota takkana, sem hann vill gera, eða taka forhöndina og þarf það að hreyfa sér dálítið. Það er mitt fyndið að sjá hvað Tommi búinn að vera að reyna að beita tökunum mikið, sko. Já. Og það er jafnvel umhugsunarefni fyrir hann núna á milli lotna hvort hann eigi að reyna að beita þeim minna. Já, algjörlega. Þriðja uppgjöfin í þessum leik, Magnús konar klúður að 2 og Tommi 1. Það er nú ekki algeng sjón á svona toppleveli. Já, góð uppgjöf þarna. Skemmtilega uppgjöf þarna hjá Tomma. Ég hefði gert sömu mistök á Maggi, mér sýndist vera meira hliðar svona ykkur á hann. Þannig að aftur aðeins svo spenntur með takkana. Já, og líka pressa þennan bolta út í forhendur og svo erfitt að hliða svona ykkur á bakendalúpinu hjá Magga, skilur við, það er miklu erfiðar að pressa hann á móti snúningnum heldur en með honum, sko. Þarna sjáum við hvað uppgjöfnar hjá Magga eru góðar, sko. Þegar hann nær honum stuttum í forhendunni á Tomma, þá nær hann ofta að blekkja. Báðir leikmenn eru svona dálítið að leita stutt í forhendum uppgjöfnar meira heldur en annað. Já, eða missa hann langan og vera refsað. Og ég held að það sé rétt hjá þeim báðum. Ég held að þeir eigi báðir að vera að setja mest stutt í forhönd. Eins og annað. Þú veist velveringar á þessum látum. Þetta eru framkvæmdir hér í blaðamannastúkunni. Wow. Það er svo góð. Þetta var rosalega ekki þannig. Já. Já, Maggi búinn að vera liðsmaður hjá BH núna. Á síðasta tímabili stóð sig vel með liðinu og að freista sér að tryggja sér sætið. Munum það að efstu 2 í BH bikarnum, þeir fá bókað sæti í A-liðinu, en það þýðir ekki að aðrir þátttakendur ekki séns, það þarf alltaf að manna A-liðið. Vá. Þetta var rosalegt þannig. Er Tommi búinn að læra á takkana? Er þetta það sem koma skal í leiknum? Vonandi. Maggi hlæra þessu en Tommi yfir í þessari lótu. 7-5. 7-5, góð uppgjöf þarna Tomma. Sjáum hérna aftur stuðuppgjöf í forhönd. Maggi hann er að vinna hellinga stigum betur uppgjöf, en hann er vissulega búinn að klúðra 3 uppgjöfum líka. Er hann að reyna á mikið eða? Já, ég held nú kannski svona í samtölunni að þetta sé að koma vel út fyrir Magga. En maður vill aldrei klúðra uppgjöf. Það er eftirtekt í því þegar einhver klúðrar uppgjöf, en það taka fáir eftir því þegar einhver vinnur stigið beint úr uppgjöf. Já, ég er nú ekki viss að hann sé eitthvað úlund út á það uppgjafir en Maggi. Ég held að hann sé að reyna að gera erfiðar uppgjafir, en nú reynir á að fá 2 góðar. Tommi 9-7 yfir. Það er stutt eftir þessar lótu ef Tommi vinnur næst stig, svo hann gerir ekki 9-8. Það er rosa óþægilegt að fá þessa bolta frá Magga á sig þegar hann opnar svona á undirsnúning. Það er rosalegur yfirsnúningur í opnunum hjá honum.
Kærkominn netabolti fyrir Tómas þarna. 10-8. Já, góð uppgjöf þarna. No-spinnið. Nóspinnuðgjöf, það þarf ekki alltaf að vera flókið. Einmitt, Maggi er kannski með mikið snúning í uppgjöfinni en Tommi er með engan snúning og það skilaði þessu lokastíði 11-8 og það eru bara 2 lotur unnar hérna í BH-byggarnum, eða BH Trials, við glemdu kannski að segja það í upphafi. Þetta er 8-lotan sem er að byrja núna. Það væri nú saga til næsta bæjar ef að yfirþjálfarinn er að slá út aliðismann. Já, þetta er eitt af því sem er svo skemmtilegt við BH Trials að það getur allt gerst og hugmyndin er auðvitað að leikmenn séu prófaðir hvort þeir geti staðist pressu. Því að það er oft sem maður er að keppa á móti, annarkvort er maður skyndilega í færi að vinna leikmann sem að maður kannski vinnur ekki alla jafna og það bara er svolítið erfitt fyrir hausinn, fyrir marga. Eða þá að þú ert undir móti leikmanni sem átt að vinna og þarft einhvern veginn að vera fljótur að koma nýtt plan. Þannig að þetta er auðvitað sem er skemmtilegt við BH Trials. Þetta er prófið 1-1. Skemmtileg staðsending hann hjá Magga alveg út á forundamegin. Já, þetta var rosalegt. Maður sá að Maggi er snöggur, Tom ekki alveg eins snöggur og náði ekki þessum bolta. Eins og við segjum, Tom er með þjálfara touchið en hann því miður líka með þjálfara lappir. Já. Kúlaugangar lappir. Það er að segja að senda kúlaugangar, ekki taka á móti þeim. Já, Margir rák upp stóru augu. Já. Wow. Þetta var vel gert. Þannig að sáum við opnun með tökkunum, pressa svo með tökkunum og bjóst ekki við því en hann sneri sér og kláraði þetta snirtilega. Já, bara alveg eftir hvítu línu. Já. Nei. Tommi hélt hann að stíði verið búið, Maggi hlæra þessu. Þetta var gott stig þar til að annar aðilinn hélt að vera búið. Já. 4-3. 8 lota. Þessi uppgjöf. Já. Ég veit ekki hvort ég myndi þora að gera hana beint í takkana. Leikmenn skipta hér hlið, þar sem þetta er 8 lota. Jú. Tommi aftur með takka uppgjöfina. Sko, ég get ekki ímyndað mér að hann sé búinn að vera að æfa þessu uppgjöf. Ég get alveg séð þessu uppgjöf klikka í þessum leik. Já, en hann er oft búinn að komast ágætlega inn með henni. Hann fá ágætt færi. Wow! Valdnirinn. Það þarf ekki alltaf að vera flókið, stundum bara þarf að setja spaðan fyrir. Já, þetta var lesið í gær hjá Tómas Inga. Einhvern veginn finnst mér eins og Maggi sé að pakka þessari lotu en staðan er allir orðin 6-6 núna. Staðan er 6-6. Maggi er kannski búinn að vinna svona eftirtekta verðari stig. Hvert stig telur einn, það er bara hannig. Maggi átti nú einn netabolt inni. Wow! Þessi var svakalegur. Já, þetta var kennslubókardæmi hvernig það var að beita líkamannum í opnun. Gott feik. Já. Tommi stendur bara upp í borðið og stýrir þessu. Þolinmóður. Já. 9-7. Þetta var nú færi fyrir takkana. Já, það hefur þurft að bíða aðeins. Já, bíða aðeins lengur eftir boltanum þarna. 10-7, Tommi þarf að vinna þetta sigur og við sjáum takka uppgjöfina. Nei. Jæja. 11-7, svona fórum sjóferð þá. Já, fínn leikur, fín frumraun með tökkunum hjá Tomma. Ég hefði nú ekkert endilega sett pening á það fyrir að Tómas myndi taka einu lotu. Nei, en hann tók lotu og við segjum það gott í dag. Sjáumst hér í BH Trials, sjáumst næst.